Paralympic-dagurinn á morgun og fer fram í frjálsíþróttahöllinni í Laugardal og Ingólfur Þórarinsson eða Ingo eins og hann oftast kallaður Veðurguð, hann á línni hjá mér, góðan og blessaðan daginn. Já, blessaður. Herru, þú tengist nú þessum degi á morgun og hvað ætlar að taka þarna móti gestum og gangandi? Já, í raun og veru, það allir velkomnir í Laugardalshöllina, bæði fatlaðir og ófatlaðir. Já. Og þarna verður hægt að prófa ýmsar íþróttagreinar og ég ætla að stýra partíinu milli 2 og 4. Það verður búið að stilla upp öllum greinum sem að ég fatlaðir geta stunda, það er búið að stunda. Það er búið að stilla upp boccia og hjólastóla, körfubolta og svo bogfinni og frjálsum íþróttum og ég veit ekki hverju. Þannig það er allir velkomnir og hvetjum foreldra til dæmis fyrir sem eiga fötlu börn að kíkja á, leyfa þeim að prófa. Þetta er mikilvægt að fatlaðir að við tökum á stunda íþróttir. Já, nákvæmlega. Er það eitthvað rétt sem ég heyrði að vera búið að skora eitthvað á þig í einhverju? Já, það er búið að skora á mig í kúluvarpi. Já. Stúlku frá Suðra, ég er nú eiginlega strax svolítið smeykur. Ertu búin að æfa þetta eitthvað? Nei, ég er búin að æfa neitt. Suðri, það er eitt öflugasta félagið mig á Selfossi í kring, undir íþróttasambandi fatlaðra. Já. Suðri, mjög duglegir að sanga sig iðkendum og eru góðir í mörgum greinum. Ég vona einhverjum frá vinum mínum frá Selfossi. Já, það eru gaman að fylgjast með þessu. En þetta er í rauninni þarna frá klukkan 2 og til klukkan 4 á morgun. Já, opið hús, bara Laugardalshöll. Allir velkomnir hvenær sem að detta inn og taka þátt og prófa. Það er aðalmálið að það er að reyna að fjölga iðkendum hjá íþróttasambandi fatlaðra. Það er kannski oft með þá sem eru svona öðruvísi og aðeins þá utan gátta í samfélaginu, þeir kannski þori ekki að prófa eða viti ekki alveg hvað leiðir þeir hafa til að koma og stunda íþróttir og þarna verða fulltrúa frá aðeldafélögum bæði höfuðborgarsvæðinu og einhverjum félögum undan á landi væntanlega og það sem að þeir kynna starfi sitt og vonandi verður til þess að margir koma og byrja sig að æfa íþróttir því það fatlaðir eru alveg að geta eftir íþróttir líka og hafa möguleika á því. Nákvæmlega. En ég ákvæmlega kannski að slá 2 flugur í einu höggi og spyrja þig tvennt. Nú farið að ganga um interneti lag sem að þetta er Sælan. Já. Með Draumalandinu og þér. Já. Hvað getur þú sagt mér um þetta lag? Þetta er bara, þetta eru flotti strákar í Sælunni, Fjölbrautaskóla Suðurlands sem að mikill hugur mikill drifkraftur. Þeir ákveða að gera lag með Stofnfjöld Góð og fengum mig nú bara til að syngja svona viðlagi eða alkaflan. Já. Og svo var gert myndband og svona verið að lofa Selfoss, eiginlega oflofa Selfoss. Já. Það vil svo til að það verða alltaf svona þessi lög sem Selfoss oflofa, þau eiga til að verða vinsæl. Já, allavega strax verða að hringja í okkur og biðjum að spila þetta lag og strax í gær. Þetta er svona pop-hittari. Já, enda strákarnir í Stofnfjöld Góð, þeir hitta nú yfirleitt rétt í mark. Já, þeir eru mjög flinkir. Þeir eru svona sérhafið sig í því að vera nútímalegir. Þeir eru að búa til tónlist svona að reyna að fylgja svona nýjustu tísku ströfum, Þeir eru að búa til músík og gera, þeir eru current eins og það kallað, Já, nákvæmlega. Við ætlum að fá að heyra þetta lag og hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að mæta í frjálsíþróttahöllina í Laugardal á morgun. Já, milli 2 og 4, opið hús, bara mæta hvenær sem og óhræddu að prófa. Takk fyrir þetta, Ingo. Gaman að heyra í þess. Já, sömuleiðis, takk. Já, bless. Höldum af stað inn í draumaland á bökkum alveg sálsunnan Ingólfsfjall.